sem umræða ferlimál fatlaðra og þá fyrstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Forseti borgarfulltrúar, mér langar að hefja hérna umræðu ferlimál fatlaðra sem snúast í raun það sem við höfum nú öll fylgst með undanfarna daga en þannig var að við vorum að fagna því að við ættum nýja hverfisgötu með lúðraþynt og söng síðustu helgi þegar ákveðnum verkáfanga götuna var lokið. Því miður var það svo að það féll ákveðinn skuggi á annars þess ágætu framkvæmd. Þegar ljós kemur það eru brestir á því að gatan uppfylli aðgengiskröfur. Og ég verð að viðurkenna það að ég og fleiri urðum bara pínu leið yfir þessu. Og mér finnst að við eigum að vera komin miklu lengra en að þetta geti gerst. Og ég skil ekki af hverju þetta að gerast. Við erum búin að eyða gríðarlegum fjármunum í að gera götuna fína og flotta, auka þægindi í alla staði. Við erum búin að gera götuna gangstéttir hjólastíga, við erum búin að setja snjóbræðslur í bæði götur og gangstéttir. Allt til þess að auka þægindi, en, gleymum einum hópi. Og mér finnst þetta bara afar hallærislegt og eiginlega skammarlegt. Þetta eru málefni sem eru svo mikilvæg. Þetta eru mannréttindi ákveðins hóps sem að fara hérna einhvern veginn forgörðum. Það verið að eyða tæpum 1 milljarði held ég í þessa götu og það að hafa þetta ekki í lagi okkur hreinlega til skammar. Auðvitað viljum við ekki að þetta gerist og við viljum auðvitað okkur taki sem best upp með svona verkefni. Og við erum margoft búin að ræða hér allskyns stefnur sem að einmitt byggja því að nota hinn fögru orð aðgengi og annað slíkt, framtíðarsýn í málefnum fatlaðra, stefnu í málefnum aldraðra. Þarna í þessum báðum stefnum eru heilmikil loforð sem að við hér erum búin að skuldbinda okkur til að fara eftir, fylgja og sinna. Hér hefur okkur ekki tekist það og ég tel mjög mikilvægt að við förum aðeins yfir það. Einhverjir bera auðvitað alltaf ábyrgð á því að breytingar ná í gegn og hér ég efast það að við getum vísað til þess að íbúar eigi að bera þessa ábyrgð. Hagsmunasamtök fatlaðra hafa gagnrýnt okkur harkalega í síðustu viku og fulltrúi borgarinnar var meðal annars í fréttum og svaraði á þann hátt að það væri svo að borgarbúar eða íbúar við götuna hafi ekki haft frumkvæði af því að biðja leggja inn beiðnir til að bæta aðgengi og því hafi þetta ekki orðið að veruleika. En slíkar beiðnir hefur verið samþykktar ef það rýrðu ekki gæði götunar. Ég verð að segja að mér finnst þetta heldur hæpið og ég get ekki tekið undir þetta. Í fyrsta lagi gengur hreinlega ekki upp að setja aðgengismál í stefnuskrár og vísa svo ykkur aðra þegar það kemur að framkvæmdinni. Ég efast að þeir sem búa við hverfisgötuna eða í öðrum götum sem við ætlum að fara í að gera breytingar á, viti hvaða loforð við nákvæmlega höfum gefið hér og undir hvaða sáttmála við höfum skrifað. Það ekki hægt að vísa á íbúana með það að svona framkvæmdir verði að veruleika. Þrátt fyrir að það sé ljóst að kostnaðurinn verða einhverju hluta þeirra megin, þá berum við þá ábyrgð að hvetja og stuðla að því
að framkvæmdirnar verði að veruleika og þarna hefur okkur algjörlega mistekist. Hið seinna sem fram kom var að beiðnirnar yrðu samþykktar eða rýrðu ekki gæði götunnar, fannst mér líka undarlegt, því ég skil ekki alveg hvað felst í orðunum. Hvernig metum við gæði götunnar? Og hvernig getur það verið að við getum uppfyllt gæði ef við getum ekki uppfyllt aðgengiskröfur? Þá erum við ekki á réttum stað og þá ekki verið að fylgja þessum mikilvægu verkefnum, mannréttindamálum, grundvallar mannréttindamálum eftir. Það eina auðvitað góða í stöðunni það að við höfum tækifæri til að gera betur. Það þarf auðvitað ekki það þarf ekki að orðlengja hversu mikilvæg aðgengismálin eru, en ég ætla samt að gera það. Hönnunin sem auðvitað bæði fatlaðir og aldraðir þurfa eitthvað sem við verðum að setja niður og ákveða hvernig við ætlum að fá fólk til þess að fara í þessar framkvæmdir, hjálpa því, jafnvel gera framkvæmdirnar fyrir það gegn því að það auðvitað greiði fyrir þær, því þannig liggur þetta samkvæmt reglum. En þetta bara alveg rosalega mikilvægt því það eru miklu fleiri en bara fatlaðir sem þurfa á svona hönnun að halda. Öldruðum fjölgar. Við erum búin að skrifa undir að hér viljum við byggja aldursvæna borg. Fyrir utan það að samþykkja leiðarljós í málefnum fatlaðra og stefnu um málefnum fatlaðra þar sem við erum bara búin að skrifa undir það að við ætlum að fylgja þessu. Það líka þannig að hvert og eitt okkar mun í rauninni gangi gegnum breytingar á færni. Með aldrinum auðvitað verður styrkurinn minni og það eykur hættu á alls kyns slysum og með betri hönnun þá komum við auðvitað í veg fyrir það. Þá líka ágætt að gera sér grein fyrir því að stór hluti, til dæmis sjónskertra og aldraðra, sitja heima í stofu nánast dagana langa vegna þess að hér aðgenginu mjög ábótavant. Það ekkert lengra síðan en í september núna síðastliðið ár, hvað ég var að segja, hálft ár eða svo, síðan borgarstjórinn okkar fór Laugaveginn í hjólastól, einmitt til þess að vekja athygli á þessum málum. Ég veit ekki hvað hann lærði eða hvað við lærðum, en allavega komst það engan veginn til skila. Við erum ennþá að gera mistök. Svo var það svo að svipaleyti var lögð fram tillaga í umhverfis- og samgönguráði einmitt þetta mál að frumkvæði Sjálfstæðisflokksins og hún hljóðaði svo: nú þegar Laugavegur að fara í endurhönnun mikilvægt að nýta það tækifæri til þess að, með leyfi forseta átti ég vist að segja hér og ég biðst afsökunar á því, en hún hljóðaði svo: nú þegar Laugavegur að fara í endurhönnun mikilvægt að nýta það tækifæri til þess að leggja áherslu á aðgengi fatlaðra. Lagt til að skipaður verði sérstakur átakshópur í þeim tilgangi. Hann móti áherslur og stefnu Reykjavíkurborgar og verkferla vegna umsókna sem berast bætt aðgengi. Átakshópur vinni með kaupmönnum og öðrum rekstraraðilum. Þessi tillaga var tekin upp á næsta fundi ráðsins og þar var því frestað að skipa í hópinn og sú frestun enn í gildi því að hópurinn hefur ekki ennþá verið skipaður þrátt fyrir að ráðið hafi samþykkt þessa tillögu samhljóða. Ég spyr bara, hvað gerðist hér? Einhverjar skýringar á þessu? Af hverju var ekki skipað í þennan hóp og af hverju erum við að gera þessi mistök aftur og aftur? Á meðan ekkert okkar vill það, hvar eru brotalamirnar og hvernig ætlum við að fara í þessar úrbætur? Takk.
Þá er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og þá er borgarstjóri óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Ég fagna umræðum þetta mikilvæga mál og mér langaði bara að spurja frummælanda Áslaugu Friðriksdóttur, borgarfulltrúa, hvort hún gæti útskýrt nánar í hverju gagnrýni hennar á framkvæmdir við Hverfisgötuna nákvæmlega felast, hver eru atriðin sem hún telur að þurfi að bæta úr. Nú kom ansi harð gagnrýni frá Arnari Helga Lárusinni, formanni samtaka endurhæfðra mænuskaddara í fjölmiðlum og í kjölfarið af því áttu fulltrúar Reykjavíkurborgar fund með Arnari og niðurstaðan af þeim fundi var sú að þeim skilaboðum er komið á framfæri að endurgerðinni er ekki lokið og reynt verður að taka tillit til athugasemda, en ég myndi vilja heyra kannski nákvæmar hvað athugasemdir borgarfulltrúin er að vitna til. Takk fyrir. Þá er borgarstjóri lokið við það að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Forseti og borgarfulltrúar. Ég fór nefnilega nákvæmlega yfir þetta. Hér var ég ekki að tala þá gagnrýni sem framkom hjá fulltrúanum sem að borgarstjóri vísaði til, sem var, hvað var náttúr, framkvæmdastjóri mænuskaddara. Endurhæfðra mænuskaddara. Þar var búið að svara því til að það ætti eftir að klára ýmis mál, meðan að leggja síðasta lagið af malbiki yfir sem myndi hækka. Því var öllu svarað. Og ég minntist ekki á þessi atriði í minni ræðu hér áðan. Það sem ég er að tala er hins vegar önnur svör frá borginni þar sem ábyrgðinni á því að biðja að fatlaðir og aldraðir komist inn í húsin við götuna til íbúanna sjálfra og hafa ekkert ferli sem hvetur eða stuðla til þess að hjálpa þeim að taka þessa ákvörðun þó, eða gera þeim vart við, eða auðvelda þeim að gera það. Það er það sem ég legg til að við gerum þó nú þegar við höfum þetta tækifæri. Það er ekki búið að ganga frá götunum, við verðum að grípa til leiknisráðs. Ég boða bara bókunum þetta mál, en hér er alls ekkert verið að tala þau atriði sem að búið vera að leiðrétta í umræðunni í síðustu viku, heldur þau sem eftir standa. Þá er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið við það að svara andsvari. Það veitir andsvar öðru sinni borgarstjóri. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka borgarfulltrúanum fyrir þessi svör. Mér skilst þá, ef það er rétt skilið hjá mér, að gagnrýnin felist í því að Reykjavíkurborg hafi ekki staðið sig í því að sjá eða sem sagt bæta aðgengi að verslunarþjónustu og íbúðarhúsnæði frá götunni, og þá langar mig að spurja borgarfulltrúan, finnst henni að Reykjavíkurborg eigi að sjá það? Það sé sem sagt Reykjavík sem eigi að fjármagna það og sjá það. Takk. Þá er borgarstjóri lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Það svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, þegar við erum búin að skrifa hér margoft undir alls kyns sáttmála að þetta sé okkar hlutverk, hvernig ómögulegt á það að segja, eigum við að gera það án þess að setja okkur einhverja reglur. Við eigum að sjálfsögðu að mínu mati að fara í það að auðvelda fólki að skilja að það getur fengið hjálp Reykjavíkurborgar til þess að framkvæma til dæmis alls konar upphækkanir og eitthvað sem þarf inn í húsin á eigin kostnað. Ég geri mig grein fyrir að kostnaður liggur þeirra megin eins og reglurnar eru í dag. En við getum auðvelda fólki framkvæmdana engar síður. Hvernig ætlum við að stuðla að þessu öðruvísi? Ef að þetta eru svörin, ef að þetta er í raun og veru, það sem að
Reykjavíkurborg finnst, og í raun og veru að íbúarnir eigi bara að bera ábyrgðina, ef það kom ekki beiðnir frá þeim þá gerist ekki neitt, þá tel ég að hér hafi fólk verið að skrifa undir mál í raun og veru án þess að vita hvað þau voru að segja og þá sé ekki verið að uppfylla samninga og í rauninni svíkja stefnumál sem við höfum lagt hér fram og skrifað undir. Það er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir, lokið við það að svara andsvari öðru sinni og þá er á mælendaskrá næstur borgarfulltrúi Páll Hjaltason. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla að þakka fyrir Áslaugu Friðriksdóttur borgarfulltrúa fyrir að taka þetta mál á dagskrá. Þetta er mikilvægt mál og mikilvægur málaflokkur, aðgengismál og verður sífellt mikilvægari sem árin líða, þar sem að eins og borgarfulltrúar benti á, þjóðin er að eldast og eldri borgarar þurfa meira öryggi í aðgengismálum. En þetta ég ætla að byrja á því að segja það að það er stórkostlegur munur fyrir hjólastóla að ferðast Hverfisgötuna núna heldur en það var eftir þessa breytingu. Ég get alveg vottað það á eigin skinni því ég gekk með son minn þar á laugardaginn að hún var ófær áður. Maður forðaði Hverfisgötuna því að hún var hreinlega ófær hjólastólum þó maður væri að ýta honum, hvað það var að keyra hann sjálfur. Núna er það ekki, maður kemst vel leiðar sinnar Hverfisgötuna og það er út af fyrir sig stórkostlegur áfengi. Það er ekki margar götur einhvern veginn miðborg Reykjavíkur sem maður kemst yfirleitt með hjólastól, með góðu móti. En svo er þetta spurningin, við Reykjavíkurborg gerir götuna og sérum að aðgengi sé gott í götunni og borgarfulltrúar spurði, ég var að furða sig á svörum borgarinnar sem að voru meðal annars á þá lögð að það mætti ekki rýra gæði götunar, og það sem er áttið þar er að það er ekki hægt að leysa aðgengi inn í einstök hús með skábrautum sem að fara fyrir gangstéttar eða þrengja götukassan þannig að umferð getur ekki lengur átt stað hann, sem er vandamál einmitt þarna. En þetta er náttúrulega hvað á að gera því að þetta er, segjum sem svo, að eins og málflutningur borgarfulltrúa Áslaugar Friðriksdóttur var að Reykjavíkurborg ætti að koma að því að breyta húsum sem í einkaeigu og láta síðan, en þó þannig að húseigandi bæri kostnaðinn. Þetta er alveg bara óendanlega flókið og endar ekki þar, því að þó að við séum svo dugleg að koma skábrautum, sem er yfirleitt alltaf vandamálið, upp inn í þessu hús, þá er ekkert aðgengi inn í þessum húsum eftir það. Það kemur yfirleitt á lítinn inngang og það er stigi upp og stigi niður. Þannig að það er svona skammgóðu vermir að komast inn í andirið. Og hvað þá á Reykjavíkurborg að fara í það með húseigendum að breyta húsunum? Það hefur ekki verið gert hingað til. Það er ekki einu sinni þannig að það sé til sjóður til að breyta húsum fatlaðra einstaklinga til þess að gera þau aðgengileg fyrir sig. Það var einhvern tíma til, en skilst að það hafi verið lagður niður þegar þessi málaflokkur var fluttur til sveitarfélagana. Þannig að það er ekki einu sinni þannig að það sé að vera að sinna þeim bráða vandamálum sem að fatlaðir einstaklingar eiga við að etja heimi hjá sér. En þannig að ég veit ekki alveg hvernig á að bregðast við þessu. Auðvitað viljum við að það sé aðgengi alls staðar, en hvernig sveitarfélagið á að gera það með eigendum, húseigendum sem hafa ekki sýnt því áhuga eða hafa ekki áhuga eða hafa ekki lýst yfir neinum áhuga, þeir eru búin að eiga þessu hús lengi og aðgengismál eins og þau eru. Það getur heldur ekki stöðvað Reykjavíkurborg í að fara í nauðsynlegar breytingar á götum til þess að auka aðgengi borgina. Því að það er líka ekki síður vandamál og fyrst og fremst vandamálið að maður komist ekki borgina þó maður komist ekki inn í öll húsin. Þannig að þetta er
mjög áhugavert mál og það væri frábært ef við getum fundið einhvern farveg fyrir það. En ég sé samt ekki alveg hver lausnin en mér finnst eins og sjálfsagt að Reykjavíkurborg sé alltaf opin fyrir því að hjálpa öllum húseigendum við að gera aðgengismálin góð. En hef ekki alveg, sé ekki alveg nákvæmlega í hvaða farveg á að setja það á þessu stigi. Borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti og borgarfulltrúar, ég ætla bara að þakka fyrir svörin og vangavelturnar. Ég veit það alveg, þetta er ekkert einfalt mál. Þess vegna verðum við líka að vinna í því. Og þess vegna spurði ég líka, hvað gerðist? Af hverju var fresta að skipa í ákveðin hóp sem að hefði hugsanlega geta farið í gegnum nákvæmlega þessi mál? Ég veit það ekki, en það hefur allavega tekið 6 mánuði. Það er fullt af hugmyndum. Það að stuðla að er ekki að sama og pína. Það getur verið af hverju til dæmis barst bara ein beiðni frá íbúa á Hverfisgötunni einhverja aðstoð við að komast inn í hús. Var málið auglýst? Voru íbúar látnir vita að borgin gæti einhvern veginn aðstoðið við að gera framkvæmdir eða útskýra fyrir þeim hvernig framkvæmdin gæti orðið? Var þetta gert? Það er ótal hugmyndir til þess að vinna betur á málinu. Hins vegar virðist einhvern veginn ekkert hafa verið lagt í það að mínu mati. Og nú bara held ég því fram miðað við það hvernig máli birtist mér í fjölmiðlum og það sem ég veit því ekki á ég sæti í þessu ráði umhverfis og samgöngu. En mér finnst allavega sem bæði borgarfulltrúi og fulltrúi sem á sæti í velferðarráði Reykjavíkurborgar algjörlega á hreinu að við verðum að gera miklu betur en þetta. Þetta er okkur bara til skammar. Við erum búin að boða bókun og lesi hann ekki bara upp á eftir. Takk. Nú er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið við það að veita andsvar. Að svara andsvar fyrirgefðu. Já. Þá hefur borgarfulltrúi Björn Blöndal óskað eftir því að taka til máls. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Mig langar bara aðeins að blanda mér í þessa umræðu því að hún skiptir auðvitað miklu máli og aðgengi fatlaðra er mál sem að þarf að ræða og vinna að sleitulaust. Það sem að, ég fór nú með þegar borgarstjóri fór þessa umræddu ferð með Eddu Heiðrúnu Backman Laugaveginn á Rammas hjólastól, þá var ég viðstaddur það með honum og það var margt afskaplega fróðlegur eftirmiddagur. Það kom náttúrulega í ljós, Laugavegurinn er að mörgu leyti ágætlega fær fyrir Rammas hjólastóla. Það eru þarna ákveðin vandamál, það eru tré, til dæmis aspir sem er aðeins farin að brjóta sér leið upp úr jörðinni, rótarkerfi og annað slíkt sem að hefur rutt til hellum og öðru slíku sem að gera það verkum að aðgengi er aðeins skert þar sem að það er. En auðvitað er það innganga í verslanirnar. Og við vorum bara að prófa verslanina. Við vorum ekki að reyna að komast inn í íbúðarhúsin sem eru upp á hæðuna. Það er náttúrulega mjög lítið lyftur og annað slíkt í húsum þarna á Laugaveginum. Þannig að það er aðgengi fyrir fatlaða en og náttúrulega víða ef þú kemst inn í húsi þá kemstu ekkert áfram þar. Þú ert bara stökk í andirinu eins og borgarfulltrúi Páll Hjaltason sagði.
tilgangur ferðarinnar með Eddu Heiðrúnu á Laugaveginum var að sýna fram á að það væri hægt að leysa fullt af þessum aðgengismálum á mjög einfaldan hátt og að verslunareigendur til dæmis gætu með mjög einföldum hætti og á til dæmis ódýran hátt. Þeir gætu sameinast að kaupa sér svona færanlega rampa sem að þeir gætu síðan þegar að því að það nú ekki þannig að sem sagt minni hluti þeirra sem eru á ferðinni eru fatlaðir og fatlaðir einstaklingar eru oftar en ekki hafa gríðarlegt langlundargeð. Fólk sem hefur gríðarlegt langlundargeð og ekki frekir, langt í frá. Og allt sem þeir ekkert að biðja að þessi steyptir rampar allstaðar að öllum húsum. Þau segja við þurfum bara að komast inn og það eru til einfaldar lausnir á því máli. Með okkur í för þarna þennan ágæta dag voru fulltrúar frá Stálsmiðjunni ef ég man rétt og Eirberg. Þetta fólk sem hefur sérhæft sig meðal annars í því að veita einfaldar lausnir til að bæta aðgengi fatlaðra. Og við vorum þarna við bárum með okkur þarna nokkra rampa, einfaldar svona sliskjur og rampa sem að við lögðum á að sem sagt eingöngu nokkura verslana þarna. Við prófum, ég held að við farið meira og minna inn í alla verslanir þarna sem að það var mögulegt. Og yfir 90% tilvika komumst við inn með þessum lausu römpum og þetta að kosta svona kannski, 20 til 100.000 kall, þessi rampar sem við vorum að taka þarna með okkur. Þetta geta verslunareigendur sameinast að kaupa og nota kannski 3 verslanir saman, svo kemur fatlaður einstaklingur og þá, já, heyrðu, þetta ekkert mál, við erum með ramp hérna, bara gjörðu svo vel. Og það þarf ekkert að steypa þetta eitthvað rosalega upp og annað slíkt. Auðvitað mjög gott ef það gert og til dæmis voru nokkur ný hús þarna á Laugaveginum þar sem aðgengi mjög gott. Þá í raun og veru þröskuldurinn bara í plani. Reyndar hafðu í einhverjum tilvikum verið gerð þau mistök að það var einmitt settur þröskuldur. Það varst alveg í plani við götuna, gast bara keyrt stólinn inn, en svo kom einhver smá brík, svona 2 tommur kannski, sem að skemmdi þetta allt. En það var hægt að leysa með einföldum rampi, þessum færanlegu rampum sem við vorum með okkur. Ég held reyndar að á Hverfisgötunni sé þetta sumstaðar dálítið snúnara, af því að það er hærra upp í húsin, það að segja gatan liggur aðeins lægra og það er oftar en ekki kannski 1 til 2 tröppur upp að hurð og hurðirnar þarna eru reyndar ansi mjóar í mörgum tilvikum og það sem við tekur auðvitað ansi þröngt. En þarna örugglega í mjög mörgum tilvikum hægt að leysa málið með svona færanlegum römpum og ég held að það væri, og það náttúrulega, það eitthvað sem ég held að verslunareigendur verður bara að kynna sér. Ég held að borgin ætti kannski bara að sýna frumkvæði í að fara í það kannski með aðilum eins og Eirberg og Stálskip að fara þarna Hverfisgötuna. Sjá hvort hægt að finna einhverja lausnir á vandamálum sem að þarna blasa við. Þetta ekki búið að ganga fyllilega frá götunni, þannig að það getur verið upplagt að gera þetta núna sem fyrst og ég velti fyrir mig hvort að umhverfis- og skipulagssvið gæti haft frumkvæði að því og svo náttúrulega efri hluti götunnar ekki full frá gengin og þessi, ég ekkert að segja þessi ábending borgarfulltrúa Áslaugar Friðriksdóttur, sko, hún í sjálfu sér bara mjög fín og ég held að mörguleyti væri bara gott ef að borgin sýndi meira frumkvæði þegar að verið að fara í endurgerð gatna að koma þarna og spyrja húseigendur hvort að þeir vilji gera einhverja sérstakar breytingar. Það náttúrulega að reikna inn í það. Það ákveðinn hönnunarkostnaður sem auðvitað verður að falla
á húseigendur og svo náttúrulega framkvæmdakostnaður sem að borgin myndi þá væntanlega bara rukka húseigendurna eða ég veit ekki alveg hvernig er best að útfæra það er nú sjálfsagt hægt en kannski er ekki endilega málið að fara í alltaf mjög kostnaðarsamar framkvæmdir ef hægt að leysa málið með á einfaldari og ekkert verri hátt. Þannig að já, mér langaði nú bara svona að leggja þetta í púkkið í þessari umræðu. Takk fyrir það. Þá er borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil bara þakka borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins fyrir að setja þetta mál á dagskrá. Það er ærin ástæða til í ljósi gagnrýninnar undanfarna daga og sú gagnrýni er bara góð. Það er ágætt að við að það sé vakið máls á því hvernig fólk getur ferðast götur og gangstéttar og göturýmið í borginni og gott að gagnrýnin skuli koma fram, en það er samt greinilegt að við þurfum að fara betur yfir verkferla hjá borginni. Það hefði líklega verið hægt að fá fleiri verslunar eða fasteignaeigendur, ég held að það sé nú ekki verslunareigendurnir, heldur miklu frekar fasteignaeigendurnir, sem að þarf að fá með okkur í lið til þess að bæta aðgengi að þessum húsum, að þessum eldri húsum. Og ég held að það sé hægt að ná upp betra samtali fyrr í ferlinu á milli borgarinnar og fasteignaeigenda og bara mikilvægt að það verði einhvern veginn farið yfir það og vonandi hægt að laga það bara inni á sviðinu. Og það er mjög mikilvægt að við hérna í borgarstjórn sem eftirlitsaðilar fylgjumst með og kannski er þetta annað mál sem við ættum að taka upp í umhverfis- og skipulagsráði á morgun, að fara yfir það hvort það sé ekki örugglega hægt að tryggja góð samskipti á þeim stað í framkvæmdunum þegar að ennþá er hægt að tryggja gott aðgengi. Þannig sýnist mér að af bréfi sem kom frá Jóni Halldóri Jónassyni upplýsingafulltrúa að það hafi nú heilmargt verið gert og mér sýnist það vera þannig að ef að maður leggur bíl einhvers staðar á milli gatnamóta þá þarftu að fara í mesta lagi 80 metra að næstu gangbraut og það held ég að sé ekkert rosalega mikið sérstaklega þegar að talað er að allar gönguleiðir eru upphitaðar og þá getur farið yfir algjörlega án þess að hindranir verði á veginum og það er búið að hafa samband við samtök blindra og sjónskertra eða sem sagt, já, og svona hinn á þessa þannig að það er búið að taka tillit til mjög fjölþættra sjónarmiða en betur má ef duga skal og það er bara mjög gott að þetta skuli koma fram og vonandi verður hægt að kippa einhverju í leiðin. Að því sögðu er náttúrulega það er ekki hægt og mér finnst aldrei sérstakt að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins skuli tala fyrir því að borgin ætti að vera í einhvers konar forræðishyggju, að það ætti að fara í eitthvað, ok, nú varpar hún frá sér ábyrgð á þeim orðum, þá er það bara gott. En ég hélt sem sagt að borgarfulltrúin væri að tala um það að borgin ætti að fara í einhvers konar framkvæmdir sem að verslunareigendur eða fasteignaeigendur ættu svo að greiða fyrir. Það verður náttúrulega að vinna þetta bara í samstarfi og sum hús eru þannig og þannig byggð í með tilliti til göturýmisins að það er hreinlega ekki pláss fyrir það. Það er bara þannig og þá þarf að finna einhverjar aðrar lausnir og það hafa verið nefndar hér leiðir sem er bara sjálfsagt að fara. En það er gott að við skulum vera að ræða þetta. Við þurfum að gera betur og vera stöðugt á tánum enda sjálfsagt að allir geti ferðast þessa borg og gert það almennilega og greitt. Þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu, óskar borgarfulltrúin eftir að veita andsvar til ræðu borgarfulltrúans. Þá gerir borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir það. Forseti og borgarfulltrúar, mér langar aðeins að skýra afstöðu okkar í þessu máli en eins og framkom í máli borgarfulltrúa Bjartrar framtíðar og hjá borgarfulltrúa Sóley Tómasdóttur þá Sigurði Birni Blöndal. Besta flokksins. Já, besta flokksins við þetta.
þá skildu þau það svo að Reykjavíkurborg þyrfti endilega að framkvæma það sem að fyrir lá. Það þarf bara alls ekki að vera þannig. Fólk getur bara ráðið því hver gerir það. Hins vegar ber okkur að stuðla því að breytingar verði. Og til þess að svo sé, þá þurfum við að láta íbúa vita eða fasteigna eigendum vita að tilstanda fari svona. Við þurfum að kynna þeim þær leiðir sem hægt að fara til þess að bæta aðgengi. Hvernig ætlum við að skrifa undir það að við séum að fara að búa til hina og þessa borgina aðgengisborg fyrir aldraða og fatlaða ef við ætlum svo ekki að gera neitt nema að benda á einhverja aðra þegar aðeins kemur? Það er einfaldlega það sem ég er að segja. Það er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið við það að veita andsvar. Nei, það er ekki búið. Og þá er borgarstjórinn næstur á mælandi. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að þakka frummælanda fyrir þessa umræðu, þessa þörfu og góðu umræðu. Og ástæða þess að ég spurði borgarfulltrúan út í hér í upphafi, sem sagt var bara til þess að fá nánari skýringar á nákvæmlega hvað hún ætti við, eða sem sagt hvaða athugasemdir þetta væru sérstaklega og þetta er alveg gríðarlega mikilvægt mál og þetta er mál sem að liggur mjög mikið í smáatriðum og díteilum og það er náttúrulega líka afstætt hvað smáatrið er. Það getur verið smámál fyrir mér en stórmál fyrir einhverjum öðrum. Hvers aðstæður eru kannski aðrar en mínar, sem er til dæmis fatlaður eða til dæmis bundinn í hjólastól eða sjónskertur. Og eins og borgarfulltrúinn minntist á í ræðu sinni að þá fór ég ásamt fleirum og meðal annars Eddu Heiðrúnu Backman Laugaveginn og við könnuðum aðgengismál á Laugaveginum og það er alveg rétt sem að komið hefur hér fram að vandamálið eða kannski það sem að mikilvægast er í þessu máli er að bæta verkferla, það er að segja skýra verkferlana og bæta upplýsingaflæðið og það er að segja að allir eða sem flestir séu upplýstir eðli máls. Og nú er það jú þannig að þegar að framkvæmdir eiga sér stað í borginni að þá er borgin framkvæmd aðili og síðan eru gjarnan verktakar sem er að vinna verk og jafnvel síðan undirverktakar undir verktakunum sem er að vinna. Og oft tínast upplýsingar í þessu ferli og við þurfum að bara alltaf sífellt að leggja okkur fram og vera meðvituð það að bæta þessa ferla og upplýsingaflæðið. Það er að segja að reyna að finna leiðir til þess að koma sem mestum upplýsingum á framfæri til sem flestra. Og þetta er eins og formaður skipulagsráðs kom inn á hér áðan ákaflega flókið mál og
eftir því sem að maður skoðar það frá fleiri sjónarhornum og eftir því sem maður kafar dýpra í það, þess flóknara verður það. Og ég verð að segja að borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir ekki ein það að hafa skilið borgarfulltrúan svo að Reykjavíkurborg ætti bara að taka á sósíalismanum í sér og bara sjá þetta fyrir húseigendur, að bara tryggja greitt aðgengi að þeirra húsum eða minnst okkur að hafa frumkvæði að því. Ég skildi það þannig líka að það væri skylda borgarinnar og ég er ekki alveg sammála því og þetta hefur náttúrulega að gera líka bara með mannlífið í borginu og hvernig borgin skipulögð og það náttúrulega tiltölulega nýlega í sögu borgarinnar sem að aðgengismál verða mikilvæg og borgin hefur svolítið byggst mikið upp með nokkru tillitsleysi til aðgengismála almennt, það að segja lítillar meðvitundar til aðgengismála og til dæmis hefur Hverfisgatan að mér skilst af þeim sem ég hef talað við hefur aðgengi batnað mjög mikið á Hverfisgötunni eftir endurbæturnar og svo þetta náttúrulega já, það skiptar skoðanir þetta. Segjum til dæmis að nú eru margir að spurja mig að því að ég ætla ekki að halda áfram að starfa fyrir Reykjavíkurborg og hvað ég ætla að fara að gera og ég hef svona svarað ýmsu og eitt sem ég hef sagt að ég myndi hugsanlega fara að gera væri að opna sem ég hef svona business hugmynd sem ég hef verið með sem bingobar sem ákveðin svona veitingarekstur, þar að segja sem bar, þar sem þú getur keypt áfengi en líka spila bingo. Þetta í rauninni já, en ég efast að ég geri þetta. En þetta þannig að ég kannski get sagt frá þessari hugmynd hér ef einhver annar vill taka þessa hugmynd. Og ég myndi ákveða að opna svona stað, bingobar, og þetta myndi slá í gegn. Algjörlega þetta væri einhvern veginn það sem algjörlega hefði vantað í menningarlífið hérna í Reykjavík, bingobar. Þar sem fólk getur fengið sér eitt kaldan og spila bingo. Og sjálfsögðu yrðu verðlaunin þá bjór eða áfengi einhverju formi. Og ég myndi opna þennan stað einhvers staðar í bænum og þetta yrði svona glimrandi success og svo kæmi, þetta bara miljandi business fyrir mig, en svo kæmi ljós að aðgengismál væri ekki nógu góð, aðgengi væri ekki nógu gott. Það þá skylda Reykjavíkurborgar að sjá til þess að allir komist á bingobar? Það ábyrgð Reykjavíkurborgar? Á hún að hafa frumkvæði að því? Á hún að bera kostnaðinn af því? Þó að hún fái engan gróða af bingobar? Gróðinn rennur allur í minn vasa. Þetta bara svona vangavelta sem ég velti upp. Og síðan varðandi svona smámáli eins og við höfum rætt hérna áður, þessi smáatriði og Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi kom nú ágætlega inn á það í máli sínu, til dæmis aspirnar sem eru orðnar til stórvandræða vegna þess að þetta eru svo stór og kraftmikil tré og hafa mikið og umfangsmikið og sterkt rótakerfi að það hefur ýtt upp gangstéttarhellum mjög víða og það hindrar aðgengi. Og ég hef til dæmis svona unnið að þessum málum og ég meina því hefur verið kröftuglega
og því var hér á sínum tíma mjög kröftuglega mótmælt af fulltrúum Sjálfstæðisflokksins, þá sérstaklega, bæði hér og í fjölmiðlum, að þetta væri bara óþarfi, algjör óþarfi að vera að hafa áhyggjur af öspum og ég ætti að vera að hugsa eitthvað annað og þetta var kallað gæluverkefni og svo framvegis. Þannig að, og ég tel það bara alls ekki vera, ég meina þetta hluti af því að bæta aðgengi og en í þessari ferð með Eddu Heiðrúnu Backman og fleirum að þá voru með í för meðal annars aðilar frá Eirberg og sem fyrirtæki hér í bæ sem sérhæfir sig í vörum fyrir hreyfihamlaða og fatlaða og líka frá að með minnir blikksmiðjunni Blikkásfuni til þess að kynna ódýrar lausnir fyrir rekstraraðila á Laugaveginum. Auðvelda rampa og það hægt í flestum tilfellum hægt að leysa aðgengismál inn til þjónustuaðila með mjög einföldum samanbrjótanlegum rampi og sem að verslunareigendur geta meira að segja tekið sér saman að fjárfesta í og þeir kosta á bilinu 64.000 til 89.000 krónur. Þetta ekki dýrt og alveg tilvalið fyrir verslunareigendur að slá saman í ramp vegna þess að þeir eru ekki í stanslausri og sífelldri notkun og mjög auðvelt að stökkva á milli verslana og ná í rampinn þegar svo ber undir. Og þegar að rampurinn hentar ekki eða dugar ekki að þá hægt að fá blikksmiðju til þess að sérsmíða ramp og það hægt að gera hann þannig úr garði að hægt sé að brjóta hann saman og koma honum fyrir einhvers staðar sem hann tekur ekki mikið pláss. Þannig að já, en sko mér finnst hafa verið bara ákaflega vel að þessum framkvæmdum staðið og get ekki tekið undir orð borgarfulltrúa Áslaugar Friðriksdóttur að þetta sé einhvert hneyksli, ég man ekki hvaða orð borgarfulltrúa notaði nákvæmlega. Auðvitað það má alltaf gera betur og það má alltaf bæta úr og það eitthvað sem og á að vera í sífelldri endurskoðun og úrbótum, bara úrbótaferli og oft það svo að fyrirstöðurnar uppgötvast ekki fyrr en einhver verður fyrir þeim. Það bara mjög oft þannig að þá náttúrulega að finna hagkvæmustu og bestu og hagkvæmustu lausnina hverju sinni. En síðan sko varðandi að því að sko nú erum við að kannski einblína á einhverja ákveðnar og tilteknar götur í Reykjavík eins og Laugaveginn eða Hverfisgötuna og aðgengismál þar sé einhvern veginn ekki nógu góð og það þurfa að vera stór átak í að bæta, en hvað með allar aðrar götur, hvað með Njálsgötuna? Af hverju ekki á Njálsgötunni, af hverju á Hverfisgötunni? Og ég sko hef velt þessu mikið fyrir. Mamma mín var þetta með síðustu árin sín í hjólastól og ég bý upp á annarri hæð og frá gangstéttinni og inn á lóðina í húsinu mínu, þar er upphækkun og á Reykjavíkurborg hefði hún átt að eiga frumkvæði í því að sem sagt bæta aðgengi móður minnar að heimili mínu og mér finnst ekki
Sko, ég hefði alveg, og það gerðist sko, þú veist, það fóru ákveðna framkvæmdir í gang í hverfinu mínu og í götunni minni sem að hafði með lagningu ljósleiðara að gera og ég segi ekki að ég hefði ekki viljað kannski fá umræður það, hvort það væri hugsanlega að hægt að hækka gangstéttina, einhvern veginn koma til móts við garðinn. En það bara hefur ekki einhvern veginn hvarflað að neinum. Þannig að mér finnst mjög eðlilegt að allir hugsanlegir möguleikar séu teknir upp á borðið og kynntir borgurunum. Það er að segja fólkinu sem að býr og starfar í borginni. Og þar finnst mér skylda borgarinnar liggja. Það er að segja í eins góðum verkferlum og möguleiki og eins skýru og góðu upplýsingaflæði til fólks og hægt Þannig að fólk geti með greiðum og auðveldum hætti sótt sér upplýsingar og jafnvel það sé hægt að tróða þeim upp á fólk með beinum eða óbeinum hætti. Og þetta náttúrulega verkferlarnir eru að lagast, þeir eru að batna en það má alltaf gera betur og ég tel borgina vera á þeirri leið að alltaf að gera betur og betur og mér finnst við vera á réttri leið. En annars þakka ég bara fyrir ágæta og þarfa umræðu. Já, takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil bara taka undir með borgarstjóra, þakka fyrir þarfa og góða umræðu. Það er greinilegt að borgarstjóri hefur sett sig vel inn í málið, en þetta er ekki skrítið, þetta hefur verið í fjölmiðlum undanfarna daga. Og ég lýsi alveg sérstakri ánægju minni með það að borgarstjóri skuli hafa farið á svæðið og verið þarna á byggingarsvæðinu. Ég veit ekki hvort það var að segja eins og grár köttur, en það kom fram í máli borgarstjóra að framkvæmdum ekki lokið, þetta þá væntanlega þá byggingarsvæði, en hann búinn að fara þarna og skoða þetta allt saman mjög vel. Og ég vil bara segja að borgarstjóri hrós, það bara mjög til fyrirmyndar. Það kom upp í umræðu hérna fyrr á fundinum, ferðir borgarstjóra á byggingarsvæði og þá var eitthvað dróttað það af öðrum borgarfulltrúa eða kom fram í máli Esbjörns Blöndals að borgarstjórar ætti ekki að vera endilega á ferðin á byggingarsvæðum. En nú hefur komið í ljós bara í næsta máli á eftir að borgarstjóri hefur verið eins og grár köttur á þessu byggingarsvæði og mér finnst það bara mjög gott. Svona á borgarstjóri að virka. Þarna er verið að framkvæma, þetta er verk fyrir cirka tæpan milljarð sem er verið að framkvæma fyrir. Og í því tilviki, svo koma fram kvartanir og þar bregst greinilega borgarstjóri rétt við, fer á svæðið og skoðar með eigin augum hvað þessar kvartanir snúast og er væntanlega að finna lausnir á málunum. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið að veita andsvar við ræðu borgarstjóra og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Björn Blöndal. Já, forseti, kæru borgarfulltrúar, ég ætla nú bara aðeins að koma hérna upp og í tilefni orða borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar. Hann hefur nú eitthvað misskilið orð mín, sko. Ég var ekki að halda því fram að það væri að embættismenn og þar borgarstjóri eða pólitíkusar þessuna, formenn skipulagsráðs, þeir mætti ekki fara á byggingarstaði eða framkvæmdasvæði. En hann talaði að þeir hefðu verið þarna eins og gráir kettir og það þýðir allavega í minn orðskilningur á því þegar þú setur þessi orði í þetta samhengi, orðið grár og köttur og tengir það við menn, þetta er svona einhvers konar myndlíking, þá þýðir að viðkomandi sé að þvælast þarna í tíma og ótíma og
Ég hef verið í þessum ferðum, ég fór þessa ferð Laugaveginn með borgarstjóra og Eddu Herunu Bachmann. Hún tók, ef ég man rétt, 3 tíma og þau voru ekki eins og gráir kettir á svæðinu. Það er langt í frá. Heldur voru þau þarna bara í mjög markvissum erindagjörðum. Þannig að ef að borgarfulltrúinn vill einhvern veginn að þetta mál sé í einhverju svona vitrænu samhengi, þá held ég að hægt að taka út orðin grár og köttur og þá kannski verður þetta allt skiljanlegra. Þá hefur borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið máli sínu og þá hefur borgarstjóri óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Nei? Þá var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já. Hvort góða borgarfulltrúar. Við borgarfulltrúar grípum oft til einhverja líkinga í okkar málflutningi og þessi líking var alls ekki illa meint. Og ef hún fer eitthvað fyrir brjóstið á borgarfulltrúa Björn Blöndal, þá get ég sjálfsögðu bara reynt að muna það og ekki nota slíka líkingu aftur. En hún var alls ekki illa meint og ég vil bara ítreka það að það er til fyrirmyndar að borgarstjóri skuli hafa hlustað á þessar raddir, sett inn í þessi mál og skoða viðkomandi byggingasvæði og ég vona bara að hann geri sem mest af því í sínu starfi. Það er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að veita andsvar og þá er borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langaði nú bara aðeins að koma hér upp varðandi umræðu ketti og ég vil nú byrja á því að þakka borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni fyrir hans einlæga hrós í minn garð og þakka ég fyrir það og svona að því að þetta kemur nú stundum upp til umræðu hér hvort að ég sé að standa mig vel eða illa í mínu starfi og sem mér finnst alltaf gaman að taka þátt í því og eins og hefur komið fram þá finnst mér ég vera að standa mig alveg rosalega vel og svo er öðrum sem finnst ég ekki standa mig eins vel eins og mér sjálfum en það er náttúrulega bara tvö sjónarhorn á sama mál og við erum aftur á svona einhverjum svona afstæðum heimspekilegum vangaveltum það hvenær maður er að gera vel og hvenær maður er ekki að gera vel hvenær er maður grár köttur og hvenær er maður ekki grár köttur sem er alvarleg umræða, sérstaklega þegar snýr að starfi manns, það sem maður er að gera og í máli borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar að þá sem sagt virtist sem sagt þarna ég væri að standa mig vel og ég þakka fyrir það og ég var mjög ánægður með þetta var mjög lærdómsríkt fyrir mig en síðan varðandi sko starfið sem að ég gegni og hef gegnt nokkuð langan tíma og lengur en margir fyrirrennarar mínir að þá hefur mér lærst það líka að þetta er svona starf þar sem þú þarft svolítið að vega og meta vægi þess sem þú ert að gera hverju sinni svona forgangsraða og það segir sig sjálft að í borg eins og að þeirri stærðargráðu sem Reykjavík er að þá getur ekki alltaf verið allstaðar eins og grár köttur út allt og þú verður stundum að velja og hafna og þegar að ég vel og tek þá ákvörðun í samræmi við mína eigin samvisku að eyða 3 klukkutímum í það að skoða aðgengismál á Laugavegi ásamt notendum og þjónustuaðilum og líka fjölmiðlum
að þá eitthvað annað sem ég ekki að gera á meðan. Þá til dæmis einhver íbúasamtök til dæmis sem ég ekki að funda með og svona og bara eins og í lífi okkar allra, og þetta ekkit einskorðað við mitt starf, þetta einskorðað við líf okkar, þetta bara einkennandi fyrir líf okkar allra. Við verðum alltaf að vega og meta hvað mikilvægast hverju sinni og forgangsraða. Þannig að já, hvenær maður grár köttur og hvenær maður ekki grár köttur, hvenær á maður að vera grár köttur og hvenær á maður alls ekki að vera grár köttur. Og þetta einhvern veginn hlutur sem maður verður alltaf að standa plikt gagnvart sinni eigin samvisku fyrst og fremst. Þannig að maður geti staðið hnarreistur og svara fyrir það af hverju maður valdi að gera þetta en ekki eitthvað annað. Og því það er svo auðvelt að segja hérna sko ef maður hérna að gera eitthvað, af hverju ekki að gera eitthvað annað. Og þá er svo mikilvægt að maður geti svara því, ég að gera þetta vegna þess að og að maður hafi hérna útskýringar á því. En já, ég vildi nú bara nefna þetta því með þetta flög mér í hug í umræðunni og hérna og að því að líka, ég hugsaði líka sko hérna taka til máls, ég hef nú verið svona duglegur við að koma upp í andsvör eða svara þegar hérna ég hef verið gagnrýndur og mér fannst það þá að sama skapi að ég eigi þá líka að koma upp ef að mér er hrósað og það er svona og það er líka svona hluti af þessu sko þetta að sko hérna þetta svona já að vera listamaður það er náttúrulega sem listamaður að þá sko þá þekkja það allir listamenn að sko fá gagnrýni og tala nú að fá verðlaun eða viðurkenningar og það er oft miklu auðveldara að taka við sko hrósi heldur en lasti en þess vegna er ég í rauninni sko leið og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon er að hrósa mér fyrir þetta, þá er ég líka að benda á það að það er líka hægt að skoða það að á meðan að ég var á þessu þá var eitthvað fullt af öðru sem ég var ekki að gera. Þannig að ég er í rauninni að koma hér upp til að í rauninni gagnrýna sjálfan mig eins einkennilegt og það kann að virðast. En ég er í rauninni að varpa fram þeirri spurningu þegar að ég var að fara eyða 3 klukkutímum í það að fara upp og niður Laugaveginn í hjólastól, hefði ég ekki átt að vera að gera eitthvað annað? Var ekki hugsanlega eitthvað annað miklu mikilvægara sem ég hefði átt að vera að gera? Ég er í rauninni bara að varpa fram þeirri spurningu. Takk fyrir. Þá er borgarstjóri lokið máli sínu og þá er síðastur á mælendaskrá borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Forseti borgarfulltrúar. Ég þakka bara fyrir umræðurnar sem hafa skapast hér undir þessum lið. Það hafa verið fjörugar þó að mér finnst nú margar hafa verið svolítið útúrsnúninga kenndar. Þá er þetta klárlega
eitthvað mál sem þannig að við þurfum að setjast niður og ræða það. Og ég ítreka það að við sjálfstæðismenn höfum og allt umhverfis- og samgönguráð hefur samþykkt að það verði stofnaður ákveðinn hópur til að fara í gegnum þetta. Í hann hefur ekki verið skipað í 6 mánuði og við að sjálfsögðu gerum athugasemdir við það. Auðvitað hljótum við að vilja gera betur og það viljum við öll. Ég veit það alveg. Þannig að við erum að sjálfsögðu að fara hér öll og gagnrýna okkur sjálf. Það hefur ekki tekist betur. Við höfum ákveðin tæki og tól til þess, meðal annars með tillögum í ýmsum ráðum. Þegar það gengur ekki upp þá auðvitað grípum maður til eitthvað annars. En sko mér talandi að það sé skrítið að komi reyndar eins og ég fór í mitt mál fyrst, þá finnst mér mjög mikil ástæða til þess að Reykjavíkurborg hafi mikið frumkvæði að því að aðgengi borgarinnar og að götum og húsum borgarinnar verði betra. Að hafa frumkvæði þýðir ekkert endilega að borgin sjálf þurfa að framkvæma eða greiða fyrir allt saman. Að hafa frumkvæði til dæmis að stuðla því að fólk viti að núna að fara fram endurbætur, nú sé lag að taka í rauninni, gera ákveðið aðgengi gott á meðan verið að fara ykkur aðrar umbætur. Og þetta finnst mér bara algjörlega sjálfsagt að okkur beri að kynna fyrir fólki. Alveg eins og með þær lausnir sem að borgarstjóri kynntist á sinni 3 klukkutíma ferð Laugaveg. Það bara eðlilegt. Til hvers erum við hér? Við getum ekki skrifað undir það sem við erum búin að skrifa undir nema við ætlum að rækja hlutverkið. Við höfum ekki rækt þetta hlutverk. Allavega ekki nógu vel. Það snýst þessu umræða. Ég reyndar alveg þar að þrátt fyrir að maður haldi sér svona á einhverju stuðla að umræðu, þá held ég að við megum líka alveg taka til umræðu hvort að það sé jafnvel of vægt til orða tekið. Þetta ekki bara það mikil mannréttindi að við eigum að líta á þessum sjálfsögð? Af hverju lítum við á snjóbræðslu í götur sjálfsagðari en aðgengi að verslunarþjónustu? Mér finnst alveg að við getum velt upp þessum spurningum og ég vil að við gerum það. Til þess stofnum við starfshópa og vinnuhópa nákvæmlega að fara í gegnum alla þessa umræðu. Mér finnst ekkert sjálfsagt að hita upp götu en verja engu fé í það að hjálpa fólki að komast inn og út úr húsum. Mér finnst það bara ekki neitt sjálfsagt. Þannig að ég legg bara til að við förum að vinna vinnun okkar og að lokum ætla ég bara að fá að lesa upp bókun okkar fulltrúa Sjálfstæðisflokksins undir þessum lið. Hún hefst svo: Mjög mikilvægt að huga að aðstæðum allra þegar götur borgarinnar í eldri hverfum eru endurnýjaðar. Við endurgerð gatna skapast tækifæri til að færa ferlimál fatlaðra til nútímans. Það eru sjálfsagt og stórt mannréttindamál sem borgin á að beita sér í og taka frumkvæði í að stuðla að umbótum í þágu fatlaðra. Sjálfsagt að vinna með þeim sem eru fatlaðir, samtökum þeirra og félögum þegar leitað leiða til að gera betur. Auk þess nauðsynlegt að gera þeim sem vilja gera úrbætur á húsnæði sínu kleift að nýta tíma þegar framkvæmdir eiga sér stað, að gera breytingar í leiðinni eða kynna fyrir aðilum hvaða leiðir eru færar. Við endurgerð Hverfisgötu virðist hafa gleymst að leita eftir samráði. Fyrir nokkrum mánuðum var tillaga sérstakan átakshóp aðgengi samþykkt í umhverfis- og skipulagsráði að frumkvæði sjálfstæðismanna í því ráði. En meirihlutinn hefur ekki séð sér fært að ákveða skipun hópsins þrátt fyrir að það bil hálft ár sé liðið frá því tillagan var lögð fram. Það var borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu, einnig lokið við það að lesa upp bókun undir þessum dagskrárlið, en þá hefur borgarstjóri óskað eftir því að fara í að veita ansvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn, ég bara vildi þakka fyrir þess ágætu umræðu og tek undir orð borgarfulltrúa Áslaugar Friðriksdóttur að þú veist, þetta eitthvað sem við getum gert betur í, þar að segja skýra verkferla og auka upplýsingaflæði. Og svo datt mér líka í hug, sko, ég fór að hugsa það eftir ferðina þarna Laugaveginn,
það væri gaman að endurtaka ferðina og kanna hversu margir verslunareigendur hafa í alvörunni keypt rampa, sjá hver það var svona mælanlegur ávinningur af því, fara bara að heimsækja nákvæmlega sömu staðina og við fórum aftur og jafnvel taka þá Hverfisgötuna líka og bara sjá það að segja, já, láta hné fylgja kviði eins og maður segir og ég held að það væri til dæmis ágætt að ég eða við eða Reykjavíkurborg hefði þá þarna ákveðið frumkvæði. Takk fyrir. Það var borgarstjóri lokaði það við dansvar. Þið ræðið borgarfulltrúans þá ekki fleiri hvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við förum aftur á bak og förum í fyrsta dagskrárlið.